Komið þið sæl. Það lægðin sem við sjáum hér á þessari gervitunglamynd austur af okkur sem hefur stjórnað veðrinu hjá okkur. Það búið að vera norðvestan hvassviðri austanvert landi í dag en á Austfjörðum þá ekki bara búið að vera kaldast og hvassast heldur líka blautast frá miðnætti. En kaldast varð við frostmark á Seyðisfirði og mesti vindurinn var tæplega 25 metrar á sekúndu í Hamarsfirði, hviður þar 37 metrar og í Bakkagerði þá hefur verið úrkomu mest. En það gæti nú alveg breyst vegna þess að það að hella úr fötu hér á norðausturhlutann. Það eru gula viðvaranir í gildi þar vegna úrkomu. En við sjáum hér að hæst hefur hitinn farið upp í tæplega 16 stig á nokkrum stöðum sunnanlands. Ef við skoðum hér lægðina og hvað hún hyggst gera næsta sólarhringinn þá ætlar hún að fikra sig í burtu frá okkur til norðausturs, dregur úr úrkomunni og vindinum en síðan á þriðjudaginn þá snúast til suðvestlægrar áttar hjá okkur, þykknar upp sunnan og vestanlands en léttir frekar til austan til. Það áfram frekar svalt í veðri norðaustan til á morgun, hlýnar sunnan og vestanlands en síðan á þriðjudaginn þá hitatölur heldur á uppleið einnig norðaustan og austan til, svona helst kannski austanlands, jafnvel upp í 15 stig. En hér sjáum við viðvaranirnar á austanverðu landinu, úrkomuviðvörun á norðausturlandi og austurlanda glettingi. Síðan þegar líður á nóttinu þá að draga úr úrkomunu í fyrramálið þá detta þessar viðvaranir út. En vindviðvaranirnar þær halda alveg áfram hér fram eftir degi og til kvölds á morgun. En úrkoman hér seinnipartinn orðin talsvert minni eins og sjáum á. Hér sunnan og vestanlands þá gæti nú alveg víða orðið bjart á morgun. Ég hef hér þó nokkuð bjartsýna spá en hitatölunar eins og sjáum á hér upp í 17-18 stig. Það hlýrra en það sem var í dag. En hér á vindörfunum þá sjáum við að það kannski lítur ekki út fyrir að vera það mikill vindur en það tilefni til þess að vera með viðvaranir áfram. Til dæmis á Streiti í dag fór vindurinn mest upp í 12 metra á sekúndu en hviðurnar yfir 30 þar. Þannig að hviðurnar geta verið ansi víðsárverðar og að gera að fylgjast með spám og viðvörunum. En hér sjáum við annað kvöld þær detta út ein af annari. Það þykknar upp aðfaran á þriðjudags á sunnan og vestanverðu landinu. Það smávegis væta á þeim slóðum á þriðjudaginn, engin ósköp eins og sjáum á. Það frekar hægur vindur víða, það þó svona eimir eftir á læðinni norðvestan 5-10, hér á norðaustanverðu landinu áfram svalt þar, en hér sjáum við til dæmis á Egilsstöðum og á Austfjörðum hitatölurnar á uppleið, en víða annars staðar þá þetta svona í kringum 10 stig, en síðan þegar við höldum áfram fram á miðvikudag þá að snúast í svona suðlæga átt hjá okkur, 5-10 metrar á sekúndu. Byrjar að rigna hér vestanvert landið og síðan hér sunnan lands og síðan kvöldi jafnvel austan til. Hitatölunar þær nú aðeins á uppleið jafnvel og ennþá frekar á fimmtudaginn en á fimmtudaginn þá bætir einnig í vindinn. Við sjáum hér sunnanvert landið og væta víða, það svona kannski einna síst á norðaustanverðu landinu en ekki hægt að lofa þurru þar. En í Skandinavíu þá skúraveður allvíða, það hefur þó dregið úr hitanum frá því sem hefur verið. Einna hlýjast í Finnlandi þar sem jafnvel fer hitinn upp í 28 stig en þegar sunnar dregur sjáum við að það þó nokkuð hlýtt víða yfir 30 stig, jafnvel 38-9 stig en þrumuveður gæti einnig verið á þeim slóðum í kringum Alpana. En í Norður Ameríku þá sjáum við spána fyrir 4. júlí á morgun á þessa leið. Það sem ber helst að nefna það þess að hætta á þrumuveðrum hér alveg við landamærin á norðursléttunum en líka úrkomusamt hér suðaustan til nokkuð hlýtt. Við sjáum hér hitakortið undir að þessi hlýjatunga færist hér alveg upp til norðurs. Mögulega verði hlýrra í Suður-Dakóta heldur en í Arizona, það ekki á hverjum degi sem það gerist og vætu samt norðvestan til líkt og hefur oft áður verið. En á morgun hjá okkur það halda áfram gular viðvaranir á öllu austanverðu landinu. Úrkomuviðvaranir renna út í fyrramálið en vindviðvaranir renna út annað kvöld. Það norðvestlæg átt, það nokkuð bjartsunnan og vestan til en væta norðaustan til. Segjum þetta gott í bili. Takk ykkur fyrir og verið sæl.